gaman? En nú ætlum við að hita þessu upp. Silla ganga niður í sport og taka geista takk og bótt svo gátum við sín svarið fyrir það. Vistu af þeir viðar minna ræðin sér engin sinn. Hvernig fer nú svona byrjunarstað í þig? Þetta fer bara mjög vel á stað. Skemmtilegt og frábært náttúrulega veður og þannig að það gengur allt mjög vel. Ólafur, varst þú í fyrsta undirbúningshópi þessar móts fyrir 14 árum síðan? Jó, ég var gjaldkeri fótboltans, KA, 87 einmitt. Þá var aðal styrktaraðili KA, SO, en einn liðurinn í þessum samningi við SO sem var styrktaraðili á búningum félagsins var að koma af stað barnamóti hér á Akureyri. Það var svona 1 af 10 liðum. Þetta var eiginlega upphafið. Já. Nú kannski hugmyndasmiðirnir að þessu móti, ef ég man rétt, voru kannski 2 menn öðrum fremri þar. Það voru Gunnar Kárásson og Sveit Brynjólfsson sem svona smíðuðu umgjörðina. Já. Þeir sjá ekki eftir því í dag? Það sýnist mér ekki. Þetta hefur gengið mjög vel og hér er gaman að sjá allan þennan hóp hérna og fullur bæra fólki. Já. Manstu hvað mættu margir á fyrsta mót? Það var strax tekið vel í þetta. Þetta var náttúrulega framhald af mótun í Vestmannaeyjum sem erum með yngri, sko. Já. Og hér náttúrulega er alltaf gott veður sem við vitum, eða oftast nær og gengið mjög vel. Já. Og alltaf staðið vel af þessu og mér sýnist þetta að vera í dag alveg frábært. Já. Magnús, þú ert húsvörður. Hvernig er að fá allt þetta lið yfir sig? Já, þetta er náttúrulega rosalega mikill fjöldi og gaman að þessu. Það er erfitt fyrir svæðið, en veðrið er náttúrulega leikur við okkur eins og sérðu og það bjargar miklu. Nú er þetta þitt fyrsta mót. Kemur eitthvað þér á óvart í þessu? Nei, ekki held ég með að maður hefur heyrt af þessu. Þetta er rosalega gaman fyrir þessa unglinga og geysilegt fjör.
Elmar, þú virðist vera einhvers konar yfirmaður, það stendur hér. Já, það hérna bólnum. Í hverju felst þetta starf? Það bara yfirmaður vallarins. Að sjá að vellinni séu ásættanlegir. Eitthvað sérstætt sem vekur athygli þína svona hjá hópunum? Hvaða leikskilningurinn orðinn betri? Sérðu mörg leikkerfi í gangi? Já, það svona einstaka þjálfarar sem hafa sett upp gott skipulag á kerfin hjá þeim. Spila einsnerting, sending, spilar þannig mjög góðan bolta. Pista strákar, bara pista, áfram, strax áfram. Kaupa, já, Nýja gott, baka, bolta, kaupa, yfir, úti. Áfram, Háká! Sigurður, þú ert annankafinn bæjarstjóri en samt kemur norður og fylgist með. Já, ég var afskaplega hamingjusamur með að geta fengið þessa helgi lausa. Ég á hér afastrák sem að spila og þetta eru skemmtilegustu knattspyrnumenn á Íslandi. Já. Varst þú í þessu sjálfur? Ég var miklu meir í frjálsum og sundi og öðrum slíkum einstaklingsíþróttum. Lítið í knattspyrnu en auðvitað spilaði ég knattspyrnu eins og fleiri sko. Já. Varstu hlaupari? Ég var hlaupari, spretthlaupari. Já, var það ekki? Jú. Ég sé það á þér. Ef við kannski tölum út frá þessu hugtaki vera bæjarstjóri og að vinna með ungu fólki, hefurðu svona mótaða hugmynd á því hvernig best að standa að þessu? Það gífurlega mikil virði fyrir öll samfélög, öll sveitafélög að fá sem flesta af sínum krökkum til að taka þátt í einhverju félagsstarfi og íþróttirnar eru auðvitað eitt af besta sem til er. Nú okkar hlutverk að reyna að hafa aðstöðuna í lagi og síðan taka þessi frjálsu félagasamtök við og drífa hlutin áfram. Þannig að stundum talað hvað þetta kostar allt saman og sumir agnúast út í það. Þetta kostar mikið og það er rétt að fara varlega í því en þessir flokkar kosta ekki mest og mættu kannski fá meira. Þeir eru ótrúlega góðir strákar. Strákarnir eru ótrúlega góðir. Þeir byrja mjög snemma, þeir fylgjast með þessu í fjölmiðlunum og eignast sínar hetjur þar og líka eftir þeim. Nú og þeir hafa víðast hvar á landinu orðið mjög góða aðstöðu og góða tilsögn. Já. En ef við tölum þessa íþróttir og íþróttagreinar sem hafa verið að flytja inn erlenda leikmenn, hefurðu skoðun á því? Já, ég hef nú þá skoðun að það sé nú upp á punt stundum. Við eigum jafn góða menn heima og mér hefur sýnst það stundum í handboltanum en þetta mun alltaf ganga svona. Við flytjum bæði inn og út. Já. Menn kannski læra því að fá nýja menn úr öðrum liðum en ég held að það hafi nú ekki verið þannig að þeir séu endilega alltaf betri en leikmennir sem við eigum sjálfur. Ákveðnir láta boltan ganga, það var gaman að þessu, allir vera tilbúnir að leggja sig 100% í þetta, það er það sem við förum fram á, ekkert annað, allir leggja sig fram. Ok, hendur þar og svo þrísanjarinn. Kom svo! Svo! Magnús, þú stjórnar dómaramálum? Já, ég geri það. Það gengur mjög vel. Engar kærur? Engar kærur enn sem komið er. En alltaf verið alltaf smá stuð út af þessu en þetta er mjög gott að verða hjá okkur. Þú gríðarlega margir dómarar? Já, við getum trú að væri svona uppbyrðir svona 35-40 strákar sem koma að þessu til að dæma í þessu móti. Þeir virðast hafa mjög gaman að þessu. Þessi öðruvísi dæma fyrir þessa litlu póla? Já, ég er alveg sammála því. Það eru yfirleitt strákarnir sem hafa mjög gaman að þessu og er ekki með þessi leiðindi. Það er yfirleitt þá fullorðna fólki, foreldrarnir sem aftur á móti bregðast öðruvísi við en strákarnir.
Þetta hugtak að þetta sé leikur en ekki beinlínis keppni, það ekki svona alltaf meira og meira auðvelt að fá þennan skilning í það? Ég veit það ekki, við erum alltaf að keppa. Alveg frá því þú ert pínulítið, þú keppir hverju fyrstur í skólan og fyrstur út úr skólanum og fyrstur í frímynd, þú ert alltaf að keppa allt þitt líf. Þannig að allt tala annað er bara vitleysa? Mér finnst það og ég meina það skiptir engu máli hérna hvort að strákurinn sé að spila síðasta sæti á mótið eða fyrsta, það er alveg sama keppnin. Þeir vilja alltaf vinna. Þannig að mér finnst mun betra að ala upp svona sigur anda heldur en að vera tala það að aðalatriði sé að vera með. Hefurðu starfað þetta mót oft áður? Ég byrjaði 1989. Og ég er búinn að sjá dómgæsluna síðan þá. En svo er reyndar komið meira á mína könnu í sambandi við mat og svoleiðis, en þetta er mjög gaman. Finnurðu fyrir breytingum? Já, mótið náttúrulega hefur stækkað alveg óverulega hjá okkur. Það er sem sagt, við vorum eitthvað 350 keppendur þegar við byrjaði 89, en við erum konið í 1150 og allt umfang er miklu, miklu meira. Getur það stækkað? Þegar við eigum séns í 3 lið en þar með er það orðið sprungið. Hvað segir? Já. En nú er fólk ánægt hérna með aðstöðuna, maður finnur það á gestum. Já, við líka erum alveg einstaklega heppnir yfirleitt alltaf með veður. Ég man einu sinni eftir slæmu veðri hérna fyrir einhverjum árum síðan, það er svo ofboðslega langt síðan ég man það ekki. Eru vellinni góðir? Þeir eru eins góður eins og ég geta verið, sumarið búið að vera gott og vorið var gott, þannig að þetta er mjög gott. Er uppgangur í knattspyrnu á Akureyri? Ég myndi segja það. Það er mikill uppgangur núna. Og þess að maður finnur það bara á stuðningsaðilum og það er allt auðveldar að fá fólk til þess að starfa hérna. Ég trú að við værum með svona 250-300 sjálfboðaliða bara við þetta mót hérna, sem eru þá yfirleitt foreldra krakkana sem eru að spila í mótinu. Við erum með 40 stráka og hver foreldrar er að vinna, það eru konið 80. Svo erum við með allan 3. flokkinn okkar og 4. flokkinn. Það eru 60 strákar og svo erum við með kvennaflokkana okkar hérna sem eru og allt saminast þetta það að vinna að mótinu, tína rusl og halda svæðinu sem fegurstu. Þá verður allt miklu auðvelt og þá verður allir ánægðir. Já, en 4 daga mót er nú ekkert lamb að leika sig við? Nei, það er sko ekki lamb að leika sig við. Þetta er orðið ofboðslega mikið og hérna, umfangið verður alltaf meira og meira. Til dæmis eins og bara í matinn á hérna, miðvikudaginn sem voru kjúklingar og franskar, þá fóru 500 kíló af kjúklingi og 260 kíló af frönskum kartöflum. Fyrir utan kokteilsós og hrásalat, þannig að hérna, þetta er ógurlega mikið og við eigum mikið þakklæti til fyrirtækja sem er að hjálpa okkur við þetta. Skilar þetta einhver í kassan? Já, þetta gerir það. Ég myndi segja það að hérna, rekstur knattspyrnudeildar það byggist á velgengni SO-mótsins. Brjóta þessi strákar nokkuð af sér? Nei, það er nánast ekkert. Við erum aðalega bara að passa tímann og skrifa niður mörkin. Þetta er mjög heiðarlegu fótbolti og hérna virkilega skemmtilegur, en það lakar mann alltaf til að fá dæmi á svona mótum. Það hafa nú komið nokkrar vítaspyrnur. Já, en þær eru nú flestar eftir að leik líku til að reyna að fá úrslit. Þannig að hérna, það er nú ekki mjög margar í leiknum sjálfum, en það kemur þó fyrir, jú. Það er ekki línuverður? Nei, ég tel það að vera algjörlega nauðsynlegt að vera með línuverði því að þetta er svo hraður leikur hérna. Nei, án gríns þá hérna þurfum við ekki línuverði í þessum leikjum og hérna meðan allir þessi leikmenn, ungu leikmenn eru að spila á þennan heiðarlega hátt þá hérna þurfum við ekki nema 1 dómara í leik. En rangstöður? Nei, rangstaðan er ekkert með í þessum aldursflokki. Hún er bara tekin út og menn mega bara sprikla um völlin eins og þeir þurfa og ekki neina hömlur á þessa drengi. Það er langbest þannig. Já. Leikgleðin, er hún meiri heldur en hjá fullorðnum? Hún er allt öðruvísi, hún er oft á tímum meiri. Það er þó að sé mikið undir bæði hérna og í efstu deildum. Hérna eru stóri sigrar og súr töp. Er gaman að vera dómari? Já, á svona stundu í góðu veðri með fullt af fólki sem kemur eingöngu til að spila fótbolta og hafa gaman á honum og átta sig á því að þetta er leikur og þá er ekki hægt annað en að hafa gaman á þessu. Við getum sagt að gulrótin fyrir góðri dómgæslu það er að fá að dæma á svona mótum því að hérna er virkilegt aðhald og hvergi gefið eftir í umsögn drengjana þannig að maður þarf að standa sig. Er ekki dómurum bannað að játa á sig mistök? Nei, ég tel mistök vera mannleg og hérna ég tel okkur líka vera mannlega þannig að spurningunni er svarað. Hvernig finnst þér svona mót?
mér finnst þetta að vera frábært upplifisi og svo sannarlega hefði ég viljað vera í þeirra sporum á sínum tíma en það sem ég kannski var ekki það góður knattspyrnumaður að ég hafði þetta að minni iðkun að hérna á þeirra aldri að þá tók ég nú ekki þátt í svona mótum en aftur á móti þetta alveg frábært mót í alla staði. Hvað segir þú um mótið? Já, ég segi það sama. Ég dæma hérna í 7. eða 8. skipti fyrir KA á SO-móti og þetta alltaf jafn gaman og maður á eftir að dæma hérna vonandi ókomna framtíð. Þú búinn að dæma svona lengi, sérðu einhverja breytingar? Mótið verður alltaf skemmtilega, það stækkar og stækkar en þetta sama á hverju ári, maður sé ný andlit á hverju ári og þannig að þetta bara alltaf jafn skemmtilegt. Stuðningshópar liðana, þeir eru misjafnlega stórir og öflugir en margir hverjir afar skemmtilegir. Já, þeir setja sitt mark á þetta skemmtilega mót og án þeirra þá væri náttúrulega gleðin minni. Þegar áhorfendur, foreldrar og forráðamenn halda rétt á spilunum þá virkaði svo mikið hvatning á krakkana. Maður sér það bara inn á völlin þegar það haldið, menn eru jákvæðir og hvetjandi að þá það sem að strákarnir og krakkarnir þurfa. Þeir ganga fyrir því. Já, í rauninni engin spurning. Getum við ekki talað að þetta sé í þessum aldurslokki vegna þess að það eru 7. og 8. maðurinn. Já, minnst kosti það. Minnst kosti það. Svona foreldrastuðningur, hann er mikilvægur. Já, mjög mikilvægur og það náttúrulega skiptir öllu til að halda krökkunum í íþróttunum. Þá foreldrarnir sýni íþróttuna ástundu þeirra mikinn áhuga. Elsa, þessi fullorðnu virðast nú ekki hafa minna gaman að þessu heldur en strákarnir á vellinum. Rosalega gaman að þessu, alveg mjög. Þú ert nú prímus mótor í þessu, ekki? Ég veit það nú ekki, við erum bara mörg, hress og kátt. Mjög skemmtilegt. Já, það er greinilegt, en til dæmis eins og svona samæfing og samhæfing á hreyfingum og söng, tekur þetta langan tíma? Svona svolítið, sko. Svo alltaf bæta svona nýjir í hópin, en nú þetta alveg að smella saman. Það er æft stíft á tjaldsvæðunum. Allt stíft á tjaldsvæðunum, sko. Bæði með gítar og segulband, byrja klukkan 7:30 á morgnana. Þið eru langflest svona með ykkar strákum, þið ekki milli 40 og 50 mætt á svæðið? Það eru 43 strákar og ég held að sé nánast undantekningarlaust eru foreldrar allra drengjana með. Þetta er frábært. Þannig að það er mjög góð mæting. Er þetta ekki bara fótboltabærinn Akranes? Jú, ekki spurning. En lagið, hvernig var það til? Sko, ég held að Gísli var nú samið þetta lag, Gísli bæjarstjóri. Og með Melasveitin Akranesi. Þá verður hann endurkjörinn? Já, alveg örugglega. Ég ætla að kjósa, nei. Svo bara, ég fekk þetta hjá Gísla, þetta lag. Ég skil nú vel konur sko að þeir grípi svona lag og dans, en hvað með kallmenn? Við kunnum þetta alveg. Ég kendi Elsu sko. Nei, það er svona við eigum erfiðara með þetta, það er alveg satt en aðalega við getum sungið. Við tökum undir og svo reynum við að fylgja bara með sporunum þó það sé nú ekki alltaf rétt. En ég segi alveg eins og að ég dáðist að ykkur hvað þið voru tilbúin að standa í þessu. Úthaldið í ykkur við hliðarlínuna og það er mjög, mjög mikið. Já, við erum komin til að skemmta okkur. Það var gaman að þessu. Árangurleindar strákana hefur kórónað skemmtunina. Þannig að þeir eru að spila til úrslita hér í A og B-liðum sem náttúrulega glæsilegt en fyrst og fremst komum við hingað til að skemmta okkur, hvetja strákana, kannski óháð gengi en það er bara verið plús hversu vel hefur gengið inn á vellinum. Eru þið ekki bara hópurinn 8. leikmaðurinn á vellinum? Jú, alveg örugglega. Já, ég tek alveg undir það. Við höfum verið yfir í öllum leikjum. Og hvað eru við? Gul og glöð. Einhver trillast menn
Hvað í matinn í kvöld? Það bæjónuskinka með brúnum kartöflum og meðlæti. Það ekki allt of flott? Það verður að hafa strákana góða. Það gerist í gegnum matinn meðal annars? Já, það ekkert og gott fyrir þess að duglegu drengi. Borðaði mikið? Já, mjög duglegir að borða. Klára matinn sinn. Vilja þeir ábót, strákanir? Já, þeir vilja ábót. Og hægt að fá alveg eins og hver vill? Það geta allir fengið að borða þangað til orðnir sattir. Fyrir engin svangur héðan út. Sjáu einhvern mun milli liða með mannasiði við borðið? Já, það náttúrulega alltaf eitthvað og við höfum kannski eitthvað að segja líka þegar valið brúðasta liðið. Þá líka tekið tillit til hvernig þeir hegða sér í matsalnum. Þið eru partur á dómnefndinni? Já, við höfum eitthvað það að segja líka. Já, þetta ekki gaman? Þetta rosalega gaman. Að fá að vera með þeim. Hafið þið verið áður starfsmenn í svona móti? Já, þetta í 3. skipti sem ég hérna. Ég í 4. skipti og við erum báðar í þeirri stöðu að eiga drengi sem eru vaxnir upp úr þessu móti en við höldum samt áfram. Styðja matvælafyrirtæki ykkur svona eitthvað með aðföngin? Já, það alltaf einhverjir sem að gauka að okkur góðu. Við eigum góða að í því. Reynt að fá þetta á góðu verði og allavega. Hvernig líður mömmum á mótinu? Alveg æðislega, gaman að koma norður. Hefur komið áður á svona mót? Nei, 1. skipti. Já, hérna fyrir norðan. Hérna fyrir norðan, sko, já. En þið eru Hafnarfirði? Já. Áfram Haukar! Áfram Haukar, já. Þið eru sérstaklega velkomin hér vegna þess að Hafnarfjörður og Akureyri eru sérstaklega vinabæir. Jú, það er rétt. Þeir eru vinabæir. Já, það er náttúrulega besta mál, sko. Og það ætti nú að tengjast á íþróttasvæðinu líka, mjög. Já, maður skildi halda það, sko. En þetta er hvernig mömmum líka, sko, ég hef nú aðeins, sko, mömmur verða líka búið að stressa fyrir hönd barnanna sinna. Þeir taka þetta svo nærri sér allt saman, sko, hvort sem það eru tap eða sigur. En tæklingar og átök á vellinum, er það ekki allt í lagi? Nei, það er ekki alveg allt í lagi, maður alltaf, láttu barnið mitt, ok. Finnur þú líka fyrir þessu? Já, maður gerir það, óneitanlega. Já. Hvernig hefur ykkar fólki gengið? Þeim hefði mátt ganga betur. Við skulum ekki fara neitt nánar út í það. Nei, þeir verðum að Eurovision sætið. Já. Finnst ykkur það gott að fara út í náttúrunum og gera hlé á fótboltanum eins og í gærkvöldi? Já, mjög sniðugt. Mjög sniðugt, nema það hefði mátt vera fleiri ruslatunnur á staðnum. Því að náttúrun er það fallega þarna. Að það var alveg til skammar að hafa engar ruslatunnur og láta drengina bara henda niður í náttúruna frá sér bæði pulsum og góðstósum og öðru. Þeir fóru nú starfsmennir í að tína það nú. Já, ég ætla nú að segja, það hefði ekki verið einhverju góðir hérna káaengar að tína upp dótið. Jú, en ekki gera það eftir á. Frekar að hafa ruslatunnur þannig að þeir láti það. Við erum að venja það á það að setja í ruslatunnur. Já. Nú er ég greinilega að tala við góða húsmæður. Já, hafðu það, veitum bara. En nú ert þú með eitt lítið í fanginu. Við erum búin að sjá þig oft á vappi með þetta kríli. Já. Er þetta ekki stór mál? Þetta er alltaf mikið mál, en svo ef maður fær svona góðar haukakonur sko til þess að passa restina af börnunum, að þá eins og Sjöfn hefur verið að gera fyrir mig til dæmis, að þá er þetta svona aðeins minna mál, en jú, auðvitað er þetta mál. En maður náttúrulega yfirgefur ekki stóru börnin þegar það koma lítil. Nei. Ertu með 4 á svæðinu eða eitthvað? Já. En þú? Ég er með 2. Farið ekki bara þreyttar heim? Dauðþreyttar. Nei, ekkert svo. Þetta er samt alveg þess virði. Þetta er svo gaman. Börnin hafa gaman að þessu. Æðislegt. Og góð aðstæða hérna og vel að öllu staði. Virkilega. Ég veist einmitt þessi lurkaleikar hérna í Kjarnaskógi, þeir slógu alveg í gegn. Var alveg mjög mikil gleði með það. Já, mótið í heild bara.
It's a celebration. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Baby, we're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Jæja, þar sem þrautunum fer nú að ljúka þá verða menn nú að fara svona að hugsa til heimferðar. Vonandi hafa svo allir skemmt sér vel og vonandi hafa allir fengið nóg af ís og pylsum. Come on and celebrate tonight, 'cause everything's gonna be alright. Let's celebrate. Helga, nú ert þú formaður KA, ertu ekki stolt í dag? Jú, ég mjög stolt í dag. Þetta frábær dagur. Þetta náttúrulega gaman að halda svona stórt mót og fá svona veður og... Já, veðrið náttúrulega hjálpar okkur mikið af því að þegar svona margt fólk á svæðinu þá skiptir það máli. Og það sem mér finnst skipta máli hérna, það bara að hafa allt þetta fólk og alla þessa krakka og stemningi sem myndast í kringum það. Já. Þetta náttúrulega eitt stærsta mót sem fer fram á Akureyri, 1100 þátttakendur. Já, það hérna þetta mót á sumrin og svo Andrésrönd á veturna. Þetta svona þau langstæðstu mót sem við höfum hérna fyrir krakka. Ég byrjaði nú sjálf hérna í foreldrafélaginu og var einmitt byrjaði svona mínu fyrsta sjálfboðavinna fyrir KA, það var einmitt á SO-móti í morgunmatnum upp í Lundarskóla og síðan hérna í KA-heimilinu. Þannig byrjar þetta og svo dregst maður inn í meira og meira. En í dag óhætt að segja að það sé mikil lífsgleði á svæðinu. Já, það er það. Það á að vera það á svona dögum og allir eiga að fara glaðir heim. Á hverju ári hópur krakka fer til Akureyrar til að skemmta sér. Þeir sparka bolta og upplifa ævintýr og vellinum sýna hvað í þeim býr. Til Akureyrar förum á SO-mót, við skulum gera okkar best í dag. En leikn og leikur við sjáum við hvern fót, því fótboltinn hann okkar fag. Oft heyrist ég skal sýna hvað ég get, en núna boltan beint í mark ég set. Að sparka bolta bætir okkar get, en undan mestu máli skiptir að vera með. Til Akureyrar förum á SO-mót, við skulum gera okkar best í dag. Leikn og lífburði sjáum við hvern fót, því fótboltinn hann okkar fag. Til Akureyrar förum á SO-mót, við skulum gera okkar best í dag. En leikn og lífburði sjáum við hvern fót, því fótboltinn hann okkar fag.
Gunnar, mótstjóri. Já. Er það ægilegt starf? Nei, ekki hefur gott starfslið með þér. Þú hefur það nú? Já, fínt starfslið. Ég sjálfum sér þegar mótið er farið á stað þá hef ég það svona tiltölulega rólegt. Tiltölulega. Já. Mótið fór vel í því í byrjun. Hvað segirðu svona þegar allt er búið? Já, en það betur bara vegna þess að það er allavega, nú er líða að fara hérna og hafi verið að kveðja okkur og við erum kvartið með nánast sumum með kossum og annað, þannig þetta er mjög skemmtilegt. Það er verið allir vera mjög ánægðir. Þið eru nú upp strákan í því að taka móti kossum kvenna, sýnist mér. Sýnist þið það, já. Við vorum sumir svona svolítið vandræðilegir en þakklátir. Já, ég veit að sumir sem fóru 3 svar í röðina, sko. Hvað segir? En hver finnst þér nú vera kjarninn í þessu? Mér finnst auðvitað kjarninni sá að hér hittist bara æska landsins hérna á einu móti ásamt foreldrum og ömmum og öfum og öllum og mér finnst þetta bara að vera fjölskylduhátíð, mjög væn. Mér finnst það að vera kjarnin, ekki endilega hérna, auðvitað er fótbolti og íþróttir auðvitað að skipta máli á mörgum en mér finnst þetta bara að vera kjarnin. Mér finnst ótrúlega margir fylgja utan á landi. Já, alveg gríðarlega og þetta er alltaf að aukast og ég held að í framtíðinni að ef þetta gengur svona vel eins og hefur gengið og hérna fólk fer ánægt tilbaka þá þýðir það að koma ennþá fleiri árið eftir. Já. Þetta uppbrot í mótuna að fara inn í Kjarnaskóg og njóta náttúrunnar. Já, þetta er upphaf sem að þetta var tekið upp á þessum tíma, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en aftur á móti hugmyndin var góð og líka þá var Kjarnaskógur í miklum uppvexti á þeim tíma, það er náttúrulega gríðarlega fallegur í dag þannig að þetta er eitt af því sem verður alltaf á þessum móti, held ég. Já, og þar voru leikir og meðal annars svona hugarleikfimi. Já, Erlingur er hann hefur búinn að vera í fríi í Portúgal núna að hugsa hitt og þetta, þannig að hann kom ferskur tilbaka. Svo er hann nú kennari þegar ekki? Jú, þokkabót, jú. En finnur þú fyrir því að fólk meti þetta sem forvarnastarf? Ég held það og Þó að séu þetta ungir? Já, einhver hluta vegna finnst mér það og mér finnst þetta íþróttahreyfingin vera að fara meira út í það að ræða þessar hlutum við forvarnir og fleira og SO hefur til dæmis verið að gera þetta með Bubba Mortens og ég held að það sé ákvæmt og ég finnst það. Hvað vil segja félagi að lokum? Ég sýnist þetta vera félagi sem er á mikilli uppleið og mér finnst margt mjög gott verið að gerast í þessu félagi. Ég reyndar er starfsmaður eða framkvæmdastjóri deilda innan félagsins sem er ekki bara knattspyrna, það er líka þá handbolti og blakbolta. Einhverju þetta vegna finnst mér íþróttahreyfingin vera allavega KA vera mjög réttri leið í öllu sínu starfi og svona í þeirri stefnu bæði að hæfa íþróttamenn og hæfa einstaklinga. Það